Ég vil hilsa ykkur öllum fjær og nær í nafni Jesú Krists og bjóða ykkur velkomin til guðsþjónustu halds í kirkju heilags anda Hvítasunnu kirkjunni í Fíladelfíu í Reykjavík. Í dag fertugasti dagur frá páskum, vika lifir til Hvítasunnu, Pentekost, hins 50. dags frá upprisudegi Drottins vors. Við þökkum Drottni árgæsku á liðnum vetri með góðri tíð og aflafeng, en minnumst sérlega þeirra í dag sárt eiga að binda vegna þeirra fórna ægir konungur hefur tekið víða mið þessa lands á liðnum vetri. Ástvinir sem eru særðir í hjarta, huggun ykkar Jesús Kristur. Vordagar með gróanda og yl umvefja land okkar, náttúran sig gleður. En mikill skuggi hvílir yfir þjóðlífi okkar Íslendinga á þessum vordögum. Á ég þar við upplýsingar frá hinu háa alþingi Íslendinga spillingu og misnot í alkóhólsötri á vegum valdstéttar og ráðamanna þessa lands. Slíkt leiðir mikla vanblessun yfir land og þjóð. Málið dýpra en að sóað sé skattpíningarfé almennings. Heldur nær þetta til annars heims, þar sem hér þjónusta við ósýnileg freistingaöfl, andaveru vonskunar í himingeimnum, samanber Efesusarbréf 6. kapítul og 10. vers og áfram. Þar sem myrkra höfðinginn notar áfengið sem eitt af sínum hátrompum til að stela, slátra og eyða, samanber Jóhannesar guðspjall 10:10. Takist honum að koma vínandanum inn í mannin, fylgir allt illt í kjölfarið. Sundrung heimila, hjónaskilnaðir, munaðarlaus börn og fangelsi með mönnum sem einungis sitja þar í dag vegna vínsins. Þó tekur út yfir að riktningin segir að drykkjumenn mun ekki Guðs ríki erfa. 1. Korinthubréf 6:10. Það kostaði Guðssona líf og blóð á krossi til að kaupa öllum mönnum aðgang að Guðs ríki. Þar vill Guð hafa okkur, en hliðið þröngt og vegurinn mjór, og fyrir nafni Jesú Krists verðum við hólpin. Ég hefi áður sagt á þessum stað að erfitt væri að stjórna þeirri þjóð eyddi milljörðum króna á altari vínguðsins Bakkusar. Þau orð standa óhögguð. En forsvarsmenn og valdstétt þjóðarinnar má ekki búast við árangri af störfum sínum, ef stjórnarfarið meira og minna sýkt og vafið fjötrum áfengis. Hvað höfðingjarnir hafa stað, hinir meina sér leyfist það, hvað Hallgrímur blessaður forðum. Þar sem vitið fyrir, fer vínið ekki inn. Þar sem vínið fer inn, fer vitið út. Sá drukkinn, reykar óvitur. Austfirðingurinn, fyrrverandi ráðherra Vilhjálmur Hjálmarsson frá Brekku í Mjóafirði, á þökk og heiður alþjóðarskilið fyrir hann braut í blað við ríkjandi hefðir og siði. Hann rak út úr ráðuneyti sínu allt alkóhól heitir. Fyrir dyrum standa forsetakosningar á þessu sumri. Þjóðin velur sér þjóðhöfðingja. Það krafa almenns velsæmis og boðun kristinnar trúar að neysla áfengis á vegum oddamanns þjóðarinnar sé ekki til. Ég rökstyð fullyrðingar mínar með eftirfarandi dæmum. Þegar Kallio, fyrrum forseti Finnlands, var kjörinn til embættis þjóðarsinnar sem forseti, þá var hans ákvörðun óhagganleg. Allt sem hét áfengi var hreinsað úr embættisbústað hans. Þegar Jimmy Carter tók við forráðum Hvíta hússins í Washington, bauð hann að allir brenndir og sterkir drykkir yrðu fluttir út. Og heilur riktning hefur þetta að segja embættismenn þeirra tíma, og drottinn talaði við Aron og sagði:
Hvorki skal þú né synir þínir drekka vín eða áfengan drykk þegar þið gangi inn í samfundatjaldið. Ég leyfi mér að benda á annarri viðbót. Þar snertir málið forsætisráðherra alheims ríkisins í Babel, sem var Daníels spámaður, og hann sagt í 1. kapítula bókar hans: en Daníel einsetti sér að saurga sig ekki á matnum frá konungsborði, né á víni því konungur drakk, og byddist þess af hirðstjóra að hann þyrfti ekki að saurga sig. Málið alveg það sama í dag og það var þá, og snertir hér, og ég hef lesið oddamenn Ísraels ríkis. Þegar eitt mestamikil menni fattist, það var Jóhannes Sakaríasson skírari, hann sagði Jesús Kristur að enginn væri á konum fattur meir en hann. Þá var það Gabriel engill sem boðaði fæðingu hans, og hann kom í musterið í sjálfan helgidóminn þegar að faðir hans var að gegna þjónustu, og ég vitnaði hér áðan til annars heims, og hér höfum við annað dæmi sem snertir englaheiminn, þeir fylgjast með. Og þar stendur svo þegar að tala var Jóhannes: þér mun veitast gleði og fögnuður, og margir munu gleðjast yfir fæðingu hans. Hann mun verða mikill fyrir augliti drottins, og hann mun ekki drekka vín né áfengan drykk. Hreinar og stýrar, línur og fleiri dæmi mætti tiltaka, en þetta verður að duga. Að gefnu tilefni hef ég snert hér við mesta vandamáli þjóðarinnar, sem miklu verra en verðbólga. Þetta miklu verra og alvarlegra en stóra bóla og svarti dauði. Því fólki frelsaðist unnvarpum til eilífs lífs í gegnum þjáningana þær, en hér deyfilíf sem sljópar og svæfir frá Guðs ríki til glötunar. Kristni menn og ábyrgi menn verða hér að slá skjaldborg og stefna til sigurs yfir þessum ágesti. Og það hæfir ekki að þeir sem eru fyrirsvarsmenn séu annað en fyrirmynd fyrir almúgann og þjóðina og gæti sín. Og brýni ég þetta hér mjög frá helgum stað, líkt og við predingu hér í almennum guðsþjónustum þessa safnaðar. Hér þarf náð og hér þarf mikla vakningu. Þetta var aðeins lítil ádrepa, en við fáum svo sjaldan að vera í Ríkisútvarpinu, og ég gat ekki annað en nota þetta tækifæri til þess að koma þessu hér að. En vitanlega erum við komin hér til þess að heyra Guðs orð. En þetta grípur líka inn á boðun fagnaðarerindisins. Þetta er svolítið að réttlæta afstöðu mína. Við höfum hér á liðnu hausti ákaflega mikinn fræðimann og predikara, og hann hefur komist mjög langt áfram í lífinu og þekktur meðal þjóðarsinnar. Hann var fyrir því óláni að faðir hans, hann dó úr öleiði þó hann væri kapteinn og stæði hátt í tign. Svo stóð sonur hans grátandi hér á ræðupallinum og sagði: ef við værum komin inn í 1000 ára ríkið og ég hefði þar vald í dag sem ég mun fá og ég geti beitt í dag, þá myndi ég fyrst af öllu útrýma öllu því sem áfengi heitir. Og drykkjumenn mun ekki Guðs ríki erfa, og sjáum að á bakvið þennan ófögnuð eru freistingaöfl. Guð miskunni sig yfir ykkur sem eigi við þennan vanda að stríða, og leiðin er ein, hún er að ákalla nafn Jesú Krists. Og eitt sinn hann satt á borði með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíða eftir fyrirheiti föðurins, en þér sagði hann hafið heyrt mig tala Því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrðir verða með heilugum anda nú innan fárra daga. Eins og ég sagði áðan, þá er þetta 43. dagur frá páskum, 3. dagur frá uppstillingadegi og aðeins vika til heilagrar hvítasunnu. Hér er hann að tala til ærisveina sinna, og hann kemur inn á mjög merkilegt atriði sem snertir okkur í dag og tíma okkar. Hann býður þeim að fara ekki burt úr borginni, hann býður þeim að bíða. Með öðrum orðum, verið rólegir.
Takið í lífinu eðlilega. Leyfið ykkur að hugsa ykkar stöðu. Gangið inn í bæinn og verið þið frammi fyrir augliti mínum. Menn mega alla vera að stoppa í dag. Það svona flótti, lífsflótti. Og menn að leita gæðum og hamingju lífsins og fara framhjá því sem að máli skiptir. Farið ekki burt úr Jerúsalem, bíðið því þið hafi heyrt mig tala fyrirheiti föðurins. Allur heimurinn hlustar á orð Jesú Krist þegar hann talar. Við þekkjum orðin úr fjallræðinu: allt sem þið viljið að aðrir menn gjöri yður, það skuli þér og þeim gjöra. Við þekkjum líka orðin sem sögðu voru við lamamanninn: barni mitt, syndir þínar eru þér fyrirgefnar. Rís upp, takk sang þína og gakk. Við þekkjum líka orðin sem að hann segir og kallaði litla biblían í Jóhannesar Guðspjalli: því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hversum á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Drottinn Jesús Kristur hafi talað, lærisveinarnir höfðu heyrt hann tala, og enn í dag verður heimurinn að hlusta á það sem hann segir. Og þegar hann talaði til þeirra þá sagði hann við þá: svo er skrifað að Kristur eigi að líða og upprísa frá dauðum á 3. degi, og boða skuli verða í nafni hans öllum þjóðum iðrun og syndafyrirgefning byrjaði í Jerúsalem. Þér eru vottar þessara hlutar, og sjá, ég sendi fyrirheit föður míns yfir yður, en þér skulu vera kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Þeir þekktu þetta að vera með Jesú Kristi og vissu þá boðun sem hann flutti, og þeir vissu það að hann var risinn upp frá dauðum og að fagnaðarerindi skyldi ganga út til allra manna. En hér fitjað upp á ykkur nýju sem þeir höfðu ekki heyrt svo mikið áður, en kemur nú fram: sjá, ég sendi fyrirheiti föður míns yfir yður. Hvað er það? Þeir vissu að hann var ekki að blekkja þá, og hann var ekki að tala hillingamál til þeirra. Svo fá þeir að heyra orðin að þeir skulu bíða í borginni uns þeir íklæðist krafti frá hæðum. Þeir stoppuðu við: krafti frá hæðum. Það er eitthvað fyrir okkur. Við erum svo þróttlausir, við erum svo kraftlausir. Því þegar fagnaðarerindi er að ræða þá er það kraftur Guðsins, og lesið hefur verið hér í dag. Og ég fyrirverð mig ekki fyrir það, sagði Páll postuli, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim trúir. Ég mun biðja föðurinn, hann mun gefa yður annan huggara, til þess að hann sé hjá yður eilíflega anda sannleikans, hann sem heimurinn getur ekki tekið á móti, af því hann sér hann ekki og þekkir hann ekki heldur. Þér þekkið hann af því hann dvelur hjá yður og er í yður. Viðbót við manninn, eitthvað sérstakt, eitthvað nýtt. Ég mun gefa yður þetta, og ég mun biðja föðurinn, og ykkur mun verða sendur andi Guð sem mun samlagast ykkar anda og bæta ykkur upp, fylla upp í eyðunar, hjálpa ykkur, áminna ykkur og leiða ykkur. Þegar þeir hafðu heyrt þessi orð þá er sagt að þeir hafi snúið svo aftur frá Jerúsalem til Olíufjallsins sem svo er nefnt í nándu Jerúsalem, og þeir voru innkomnir fóru þeir upp í loftstofuna þar sem þeir héldu til, og lærisveinarnir eru svo upptaldir allir þessir voru með einum huga stöðugir í bæninni ásamt konunum og Maríu móður Jesú ásamt bræðrum hans, flokkur manna hér bil 120 manns. Mér finnst þetta ákaflega góð viðbrögð lærisveina. Þeir voru trúir og þeir voru hlýðnir. Þeir voru allir einhuga, þeir voru stöðugir og þeir voru í bæn. Hvar? Það sem þeir héldu til, postularnir. Þegar við lesum heilaga ritningu og sjáum bænaaltarið koma fram, þá kemur það náttúrulega fram í helgidóminum, en það kemur líka fram í heimilinu. Í þínu húsi, í mínu húsi, það skal verða bænahús og það skulum við biðjast fyrir. Þegar þú biðst fyrir þá gakk inn í herbergi þitt
Og þú loka dyrum þínum, þá bið föður þinn sem í leyndum, og faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér. Hugsaðu þér að þú átt þessa kraftarlind, svo nærri þér, í húsi þínu, í heimili þínu, ef þú notar það. Og þú gengur inn í herbergið þitt, lokar að því dyrunum og ákallar föður þinn sem í leyndum og faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér. Hafðu ekki áhyggjur af vandamálum þínum, erfiðleikum eða lagð sem þú ert í. Talaðu við föður þinn í þínu einkaheimili, gerðu eins og postularnir gerðu forðum, þeir báðu það sem þeir héldu til og áttu heima. Svo stendur áfram líka í orði Guðs, en Pétur og Jóhannes gengu upp í helgidóminum bænastundina 9. stund. Hús mitt skal nefnast bænahús, sagði drottinn. Og ég ætla að segja ykkur það þegar bænin að ræða. Þá megum aldrei setja hann í form eða mót og gera þetta stíft eins og þessi steypuveggur í 3 mótum. Bænin verður að vera leidd af anda Guðs. Vissulega til hljóðbæn. Elíasar prestur sá Hönnu biðja, grátandi, og varir hennar barðust, en orðin ekki heyrðust. En öll bæn ekki þannig, og við mögum ekki segja svo skuli öll bæn vera. Ég kom í kirkju hér daginn, og þar var tilkynnt að nú yrði bæn, hljóðbæn, og ekki heyrðist stunur eða hósta. Við sjáum úr lífi frelsar okkar drottins Jesú Krist, hann bað með andvörpunum sem ekki verður orðum að komið. Og heilagan anda sagt að hann biðji fyrir okkur með þeim orðum sem óútskýranleg eru. Og ef við lesum bænalíf í himninum, þá að lesa það svo í Opinberunarbókinni 19, versi 5. Lofsyngi Guði vorum allir þér þjónar hans, þér sem hann óttist smáir og stórir, og ég rödd sem mikil fjölda og sem rödd margra vatna og sem rödd frá sterkum þrumum, þær sögðu halleluja. Því að drottinn Guð vor hinn alvaldi konungur orðinn, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina. Í þessum ræðustóli stóð hér á uppstillingadagskvöld maður sem ættaður frá austan fyrir Járntjald. Hann var brennandi hvítasunnumaður og brennandi bænamaður. Og þegar hann var að leita trúsystkjunum sínum í Makedóníu, hluta í Júgoslavíu, það vissi enginn hvítasunnursöfnuð eða hvítasunnu-kirkju, en þegar hann spurði vitið þið hvar kirkjan þar sem fólki kemur saman sem biður hátt? Já, þá var lausnin fengin. Það var þar og þar. Þar var það fólk sem átti bænaranda og bænalíf. Það sitt hvað að njóta réttana eða horfa á reykinn frá þeim. Byrjaðu að ákalla nafn drottins heima og gerðu það upphátt og nefndu nafn Jesú Krist við vandamálin þín og þú skal taka eftir það kemur lausn. Nú hér sérstakt bænaefni og ég ætla að vekja athygli ykkar á því. Það er bænum fyrirheit föðurins. Þá skulum við hafa það hugfast það sem Jóhannes sagði í Mattheusar Guðspjalli í 3. kapitúlunum og í versinu nr. 11. Ég stýri yður með vatni til yðrunar, en sá mér mákkari sem kemur á eftir mér og ekki verður að bera skó hans, hann mun stýra yður með heilugum anda og eldi. Og viljurðu eignast þessa gjöf fyrirheiti föðurins, viljurðu eignast þessa gjöf að stýrast með heilugum anda og eldi, þá skaltu biðja til Jesú Krist. Ef þú eigir við vandamál áfengisins að stríða, þá skaltu ákalla nafn drottins Jesú Krist. Þegar Sál frá Tarsus var í fjötrum og viðjum lögmálsins og bundinn í syndum og ofsóknarhug, og Ananías kom til hans, þá sagði hann við hann, þú skalt ákalla nafn hans, drottins Jesú, og lærisveinarnir þeir tilbáðu hann. Og ef við viljum fá bænasvarum
anda Guðs og kraft frá Guði, þá skal bænin stílast til Jesú Krist. Það er eitthvað leyndardómur í þessu sem staðfestist af reynslunni. Og þegar Jesús var stiginn upp til himna, þá er sagt svo í Apostolasögunni 2:33. Þegar hann því nú er upphafinn með Guðs hægri hendi og til Guðs hægri handar og hefur af föðurnum fengið fyrirheitið heilagan anda, hefur hann úttelt honum sem þér sjáið og heyrið. Það fer ekki löng kofa að meðtaka fyrirheiti föðurins, og sá maður sem meðtekur kraftinn, fyrirheitið, og fær eldtungunar yfir sig og í sig, hann verður aldrei sami maður eftir á eins og hann var áður. Hann er samtengdur við Jesúm Krist, samrunnin anda hans, blessað og lofað verið Drottins heilaga nafn. Fyrir hverja er þetta? Já, það hefur verið haldið fram að þetta væri bara fyrir postulana. Þetta hefur verið einstaks upplifun og ekki meir. Postulasagan er full af frásögum yfir þessu, bæði gyðingar og Grikkir og heiðnir menn, þeir meðtóku heilagan anda og þeir fóru að tala nýjum tungum og mikla Guð. Og þetta gengur eins og alda yfir allan heim í dag. Þetta er ykkur stærsta tákntímanna og bræðir þjóðina saman, hvort aðrir negrar í Afríku, gulir menn austur í Kóreu eða við hér á hjara veraldar á Íslandi. Við verðum eitt með þeim í andanum þegar að fyrirheiti föðurins verður okkar. Blessað og lofað verið Drottins heilaga nafn. Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella vanda mínum yfir allt hold. Svona er Guð. Ekki manngreinir álit, ekki ykkur í sérstakir eða útvaldir, allt hold, yfir þig, yfir mig. Og það talaði síni og dætur. Það sem er ungir er að byrja lífið. Það talaði gamalmenni. Og það talaði vinnuhjú og þræla yfir alla menn. Það er mikil miskun og það er mikil náð. Við hefum kærleiksríkan, góðan Guð. Og við skulum meðtaka gjafir hans, svo við getum staðist í lífinu, því að gjöfinni fylgir eitthvað. Hvað fylgir því að eiga fyrirheiti föðurins? Þér munu öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður. Ég þekki þá mínu eigin trúarlífi þegar ég var að byrja gönguna með Drottni. Mig brast frek og kjarkur og kraftur. Og ég vildi fyrirverða mig og ég vildi draga mig tilbaka. Eitt minnistætt atvik úr lífi mínu er þetta. Það er farið skip í Vestmannaeyjum og með því margir menn. Og það sló óhug á alla byggðina. Og allir voru dabrir og voru með huga hjá ástvinum þeirra sem nú hafðu gist hina koldu og votu gröf. Ég kem á fjölmennan verslunarstað. Þar er virðuleg frú sem nú er heima hjá Drottni. Hún er að fá þjónustu í verslun, Guðríður Þórósdóttir frá Víðidal. Og eitthvað hefur talað til hennar að ég hef komið henni upp að hlið hennar. Allt í einu byrjar hún á því sem ég gat ekki gjört. Hún fer að tala til fólksins sem er inn í búðinni. Verslunin og viðskiptin þau hætta. Og hún fer að áminna fólkið það að leita Drottins og snúa sér á meðan enn heitir í dag. Ég man að það var kross fyrir mig að standa við hlið þessara heiðurskonu og ég þurfti kraft. Og þennan kraft er að fá í dag. Við fyrirverðum okkur ekki fyrir fagnaðar erindið. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þeim er trúir. Það er kraftur Guðs fyrir þig, vinur minn, sem áttu freistingar að stríða og býður ósigur og allt er að fara í rúst og allt er að brotna niður. Heimilið þitt, kona þín, börnin, atvinna þín og nafnið þitt. En þú skalt leita Drottins, farðu inn í þitt enga herbergi, beðu kné þín við rúmið þitt og ákallaðu föður þín sem að er í leyndum og sér í leyndum. Hann mun endurgjalda þér. Já, já, hann hefur aldrei skrökvað. Hann mun hjálpa þér.
Guð blessi íslenska þjóð með bænavakningu og hún megi leita drottins á alvöru tímum þegar árgæska skaparans fyllir öll naktabúr og hér drjúpir smjör af hverju strái, þá komum við okkur ekki saman skipti á þessu og skuggi hvílir yfir land og þjóð. Guð hjálpa okkur í Jesú nafni. Amen.